Velkomin heim, Birta Líf. Takk fyrir. Þessi ferðalangurinn. Jæja, ættum að sé ferðalangur. Þú ert algjör ferðalangur. How the tables have turned. 3 lönd núna á nokkrum dögum. Það enda rosalegt. Já, það er rosalegt. Það er rosalegt, sko. Já, ég var að koma heim í gærkvöldi. Frá Ungverjalandi. Skrítið pælinga maður hafi verið í Ungverjalandi. Hungary. Það hljómar eitthvað ógeðslega langt í burtu. Það er líka ógeðslega langt í burtu. Já, það er hvað landflug? Þetta er sko 4:50 mínútur. Ok, En- svona aðeins lengur en Ítalía. Já, en við varum svona alveg smá mótvindur með okkur út, sko. Þannig vorum aðeins fyrr út. Meðvindur þá. Meðvindur alveg potið ekki mótvindur. Já, vorum svona 4:10, 20 út, en við var Það smá var svipa á Milano. Já, en það var svona smá senkun á eitthvað leiðin heim og hann var aðeins lengur. En já, kom heim og þetta er vá hvað Budapest komur á óvart. Eða, þú veist, ég vissi að þetta var ekki að falleg borg, en þú veist, vá. Er hún ekki gorgeous? Gorgeous, og þetta er bara svona einhver einasta hot sem lítur, bara eitthvað svo ógeðislega fallegt. Er bara svona sturlu arkitektúr og bara list. Já, einhvern veginn, bara er það svona ekki? algjörst Milano væp, Já. sko, í alvörunni. En samt þú svona öðruvísi eða ekki? Er ekki Jú. meira svona rómantík og svona list í loftunum og... Jú, þú veist, algjörlega, og líka bara svona lítur yfir hafi, eða yfir ána og það er bara kastali. Já. Þú veist, það er svona þannig að það er líka bara svona að við hérna dóna áskilur og eitthvað, þetta er bara ruggla, sko. Og bara ógeðslega fallegt, og ég klálaði bara svona að því ég var hérna bara með Gunna og vinnuna hans í svona ástæðtíða ferð, þú veist, þannig að það var svona ákveðið prógram og maður að gera og maður að fara og eitthvað svona, samt ekkert allt og mikið prógram, sko, það var minna en ég held að væri. En ég finn samt ég þarf að fara aftur bara til þess að skoða og bara vera aðeins meira svona í menningarferð. Já, ekki svona prógramsferð. Já, ekki bara, þú veist, að því við vorum svolítið svona, þetta var bara svona skemmtilegur hópur og róslega skemmtilegt fólk og þannig að bara hver skipt sem við fundum bara stað til að setja sér þá bara hvernig sátu þar og vorum þar, skilur. Það var seta, sko. En hérna... Það var svona góð tilbreyting frá Mílanferðin okkar, þar sem við sátum ekkert. Já, í raun og veru, sko, en þetta var samt bara, já, geggjað, þannig að mér langar að klála, mér finnst svona, þótt ég sem búin að fara til Budapest og þannig ég áalveg inn að fara aftur og skoða betur og smakka meira og vera meira eitthvað svona út allt, sko. Mér finnst líka bara hana, maður sé ég vorum að tala senst þetta, hana spadótið sem er úti í sundlaugin, inn í þessum kastala eða eitthvað, mér langast að sjá það. Já, ég ætti alveg eftir að fara það, sko. Og það var eitthvað hellaspa á hótelu líka, ég algjörlega mista því og... Já. En hótelu eitthvað lukkaði mjög næs. Nei, það var sturlað. Það er giving svona landmark í London vibes. Já, bara algjörlega þannig dæmi. Svona vintage, svona royalty einhvern veginn. 100%, og kaffihúsið sem er, þú veist, basically inn á hótelun okkar er eitt frægasta kaffihús í Budapest. Ok. Þannig að þú veist, það var bara raðir að myndast fyrir utan hótel okkar að fólki, veist, þetta kaffihúsið var með annan ingang, en við gátum labba bara í gegnum hótel okkar, en þú veist, það bara raðir að myndast, það vilja allir fara á þetta eitthvað New York Palace Café. New York? Já, ég veit ekki af hverju. Þetta er alveg eftir að kynna mér það, en hóteli heitir þannig eitthvað annars, skilur, en þetta er bara svona innan, þannig að þegar við vorum basically að borða morgumatinn okkar þar. Ok, en það var svo flotta hótel. Nei, það var flotta kaffihúsi. Já, þannig að... Fóruð á það, þú veist, í kaffihúsið? Nei, okkur fannst ekki þurfa það, að því við vorum þarna á mótana. Já, þetta var ekkert svona eitthvað sem þú farið drikk eða var þetta bara svona kaffi Þú gast alveg fengið drikk en þetta var svona að fólk var að koma inn í kaffi þú veist að fá sér kaffi, skilur og við fengum alltaf kaffibólla á mótana þarna, þú veist þannig að okkur fannst við ekki svo sagði einhver að kaffibóllin kostaði 1500 kall. Vá. Já. Og voruð þið að borga, eða þú veist, eða var það innifalli? Já, við vorum ekki að borga morgumatinn, sko, en það var eitthvað sem sagði eitthvað, ég sá eitthvað svona, en ég veit núna ekki hvort það er 1500 íslenskra, 1500 höf. Ég skil ekki neitt gjaldmiðluna. Ég veit ekki hvað ég borgaði einu sinni. Nei. Því ég skil ekki neitt. Ég hef aldrei heyrt höf. Ekki heldur. Og ég var bara, hvað er þetta? Já, en hérna... It's Monopoly. Já, money. Basically, þannig að ég veit ekki alveg, en þetta, ég held að það hafi verið svona, þú veist, ég held að því verðin er alveg góð í Budapest, þú veist, þetta er alveg svona, þú veist, að leið fyrir... Þetta er lífahátt. Já, svona örgulega smá, sko, en svo er alveg til svona túristastæður, ég held að þetta New York Palace Café sé einmitt þannig staður sem er bara svona, það gæti alveg verið smá svona aðeins óupræsað. En það er líka bara, það var bara live tónlist allar mótna, bara með morgumat, bara herra fiðlan og svaka arkitektur og þú gast líka bara, þú veist, morgumat er bara, má ég fá eina prosecco flösku, ekkert mál, bara innufalli. Draumur. Já. Þannig getur ímyndað þér hvernig þessi ferð var. Gerðu þið það ekkert mann? Nei.
Já, það ekki í mér, sko, ég ætla bara að byrja á eggjunum mínum á mótnana, bara byrjum þetta vel og svo, þú veist. Mér alltaf langað, því maður fara á svona hótel, mér alltaf langað að fá mér Proseccoið. Já. En ég aldrei í stuði fyrir það. Mér langar svo að vera manneskja sem bara, já, ég ætla að fá mér mimósu núna. Já, ég verð bara að byrja þegar ég byrja, skilur. Það var ekki mitt, en óslega góður matur og þann sá matur sem ég smakkaði úti var mjög góður. Hvernig svona ungversku matur? Við fórum... Ég myndi svona eitthvað pulsur og eitthvað svona salamis. Já, ég veit ekki hvort... Já, það enda varlega mikið svona til þannig, svona, þú veist, svo álegg morgunmatur, mikið svona salamis og svona feitskortnu kjötstykki, skilur. Þú veist þannig að mig. En við fórum hérna á ásetja kvöldina og vorum við bara í eitthvað svona private sal og við fengum mat og í forrétt var þetta einhvern veginn svona, við fengum eitthvað svona pati. Ok. Hrindir ekki hugmynd, þú veist, en það bræðist ákveðlega. Þetta mér ekki neitt annað en hrindir. Ekki anda, pati líka til. Já, þú veist, bara eitthvað, að vera eitthvað svona pati. Já, ég get að límda mér að svona pati sé svona ungvers. Já, finnst þér ekki þannig, já. Og það var servað sko með svona pínlítið svona pretzeli. Já. Og það kom bara heitt og næst, það var alveg gott. Pretzel kannski, ungverst. Ég held að pretzel sé ungverst, sko. En ég sá það á mörgum hotnum, sko, ég var alltaf að smaka þetta. Ég elska pretzels. Já, geðveikt, sko. Þannig að það var svona í forrétt og svo í aðalrétt var bara þessi klassíski bara nautasteik, sko. Og hún var samt alveg bara svona, hún var svona semi-lifandi, hún var svo hrá, sko. Nautast, já, ég vil fara að svínasteik. Já, nei, má það. Nei, og svo var bara einhver svona ostaköku, mús, væpsi eftir rétt. Og svo þetta var svona ásetja kvöldinu og svo fórum við líka á svona sett menjú á einhverjum svona mjög þekktum stað í Budapest sem heitir Kiosk. Og þar fengum við einhverja súpu í byrjun, hún var mjög góð, hún var eitthvað svona sveppa. Ég held að við fengum, því að gúllasúpa víst frá Ungverjalandi, skilur. Ég held að við myndum vera að fá gúllasúpu. Það er ekki eitthvað fyrir mig. Gúllasúpa, Já, nei, sko, gúllasúpa, kjötsúpa, allt svona eitthvað, bara ekki fyrir mig. Þetta var sveppsúpa og ég bara, næs, það gæði gott. Og svo fengið okkur að svína nakka. Ég bara það ekki. Nei. Svo var eitthvað eftir þetta sem mann ekki var eitthvað svona kaka með ykkur. Já, svo fóruð þið að klappa svínum og eitthvað saman dag. Já, sko, við fórum, það var ekkert eitthvað planað af prógrami. Ég var eins og spáðið, þú veist, þetta er svo random. Það var mjög random. Þetta var bara klappa ykkur svínum. Já, við vorum bara í morgunmatnum og vorum að tala við eina og hún bara, já, ég er að fara að klappa mínipix eftir og ég bara, ég ætla líka. Það er eitthvað sem ég ætla í dag. Já. Bara, mér langar bara að taka smá pásu frá bara, Jamminu. Setunni. Og bara gera eitthvað svona smá sem lætur mig líða vel og við fórum að smakka. Birta. Hvað segir ég? Klappa. Smaka svínin, mínisvínin. Lifandi. Smakka. Nei, ég get ekki. Okay. Þið langar bara að borða þau? Nei, mér langaði það aldeilis ekki. Þú voru svo sæt, vorum að klappa þeim. Þú voru algjörðúli. Ég fyrst smá hræddu og fyrst smá ógísleg. Já, svona smá svona, ég var svona, ekki býta mig eitthvað. En það var alveg bara, they can bite. Það var skrifandi lífsins, þannig að það var labba einn, sko. En svo var algjörðúlur og eitthvað sofa hjá mér og bara, Kúra. Má ekki segja þig. Já. Þetta er ríkalegt. Þetta byrjar þáttum á nýtt. Nei. En já, það var mjög krútlegt. Eitthvað svona að klappa mínipix. Algjör krút. Þannig að við gerum það og fórum bírböss sem ég hélt að ég var alveg, þetta er ekki eitthvað fyrir mig. Svo var þetta eitt af maður skemmtilega sem ég gæst. Já, þú varst alveg bara tjökkað bjórinn og... Já, það var að gæla þarna stjórna. Ég mæla ef þið eitthvað að fara í hópferð til Budapest að fara í eitthvað svona. Ég hef með aldrei dótt að bóka eitthvað svona. Nei. En þú veist, þegar þú ert bara með hópnum í stemmingu og svo líka bara svo ógeðslega mikilvægt að manneska sem er að stjórna þessu sé svona skemmtileg. Var svona einhver gæt þá eða eitthvað? Já, þú veist, og hún var alltaf bara, ok, nú ert þú í tjökkefni við þessa mannesku. Og það var ekkert nei í bóði, það var bara, jú, víst, þið eru tjökkefni og svo eru þið tjökkefni og hún svona passaði upp á stemminguna með öllu var bara mjög skemmtileg, sko. Það var mjög gaman, þannig að það var óslega skemmtilegt, en líka bara gaman að vera, þú veist, einhvers staðar sittandi bíl og keyra allt og sjá þetta, skilur við. Já, þau voru á svona topp á buss, skilur, svona opið. Þannig að þú erst in the sunshine. Það ræði að vera bara inn í rútu, skilur. Já, þegar þetta kom, þá var þetta með svona tjald yfir. Við erum bara að fara að sitja bara inn í einhverju skugga með einhvern
ógeðslegan bjór, skilur ég bara það. En það eru eitthvað þannig þegar þú veist rigninga eða eitthvað. Já, örugglega. Þá myndi ég ekki mæla með þessu. Þetta var bara að því að sumarið, bara sólin skein, öllum var heitt, góð tónlist. Okay. Hún var bara að spila góð tónlist, það var bara Britney og eitthvað. Okay, love. Já, þetta var bara svona skemmtilegt, skilur. Og svo bara eitthvað geðveik stemmingskona. Bara já, fucking sign me up, sko. Og var það bara þið hópurinn þannig eða voru fleiri? Nei, bara við. Já. Það er mjög skemmtilegt, skilur. Það væri kannski öðruvísi dýnamík ef maður væri að keppa bara við einhvern úr öðrum vinahóp, skilur. Já, og það væri kannski skemmtilegt líka. Svo. Já, jú, kannski. En það var mjög skemmtilegt. Og svo áttum við líka að fara í eina siglingu sem við mistum af. Já, en það var bara ekki okkar að kenna og bara við fengum vitlausa adressu. Já, okay. Fórum bara á eitthvað aðra höfn, bara karabáturinn. Æi. Já, en það hefði verið, við áttum bókaði svona Aperol Prosecco siglingu. Jú. Það hljómar ógeðslega vel. Ég veit, það hljómar bara hræðilega vel, sko. Þetta var alveg sorglegt að vera komin í öllu hvíta dressinu sínum tilbúin to go sailing, sko, og svo bara, nei. Nei, og þú alveg bara tók spjórbössin á þig og fekkst svo ekki Aperol Einmitt. Damn. Hrikalegt, sko. En þannig já, það inni líka. En ég er alveg náð því. Ég var til að fara með þér, eða bara með okkur vinhópnum eitthvað. Bara að fara til Budapest. Næturlífi líka sjúklega skemmtilegt. Okay. Svo skemmtilegi klúbbar. Já. Bara svona, þú veist, og eins og segir, bara svona skemmtileg tónlist. Það var alltaf bara svona, þú veist, ekki eitthvað bara, þú veist, nú var bara svona TikTok sounds í spilun. Skemmtilegt. Budapest er greinlega bara alveg eitthvað sem við erum snúsing á. Er það bara gælli fyrir njár? Ég mæli með, sko, í alvörinni bara svona, en ég held að sé skemmtilegast á þessum tíma ás. Bara svona þegar sólin skín, þú getur svona njóta, þú veist, sitja úti, people watching geggja og ég bara, ekki að koma eitthvað óvart, ég ætla ekki að segja það, en það var ógeðslega gaman að sjá bara, og ég veit ekki hvort það voru túristar eða fólki sem býr í Budapest, en það voru allir ógeðslega vel til hafðir alltaf. Já, bara svona, bara svona, bæði bara yngra fólk og eldra, allir svona alltaf frekar fínir. Okay. Það var skemmtilegt. Það er svona gaman að þú veist, svona horfa á átfittin hjá öðru fólki og eitthvað svona. Það var skemmtilegt, sko. Varst það ekki eitthvað að googla af hverju fólk er fínt þannig? Nei. Varst það ekki forundur menninguna? Jú, bara þú veist, kastalan og þannig skilur, þú veist, og er það ríkt land eða? Sko, ég veit ekki hvort þau séu eitthvað rík í dag, en ég held að hafi verið mjög valdamikið land áður fyrir og eins og fyrsti heimsstyrjöldin, hún hófst þegar Serbar myrtu ungverska keisarann. Alveg rétt, já. Og hann bjóð þarna í Budapest í þessum kastala. Það var endur spóið að þetta hlýtur að hafa verið eitthvað konungsveldið þannig. Alveg svona keisaradæmi, sko. Þannig að því sagan er ógeðslega mikil. Þannig að ég held að sé einmitt aftur ógeðslega gaman að fara þarna og meira kannski með það að leiðarljósi að svona pæli í þessum hlutum, skilur, en bara þegar ég sá kastalan og ég veit alltaf maður tekur myndu og þetta er alltaf svona minimæsað, maður sér þetta aldrei eins og maður sér þetta real life, en þetta er bara sturla, sko, og bara hæðirnar við vatnið og bara, þú lítur bara þarna og hann er bara helluð, bara stytta, veist, þetta er alveg svona, já, þannig að, ég veit ekki hvernig stannir á þeim í dag, en 100% áður fyrir þetta er ógeðslega ríkt land, sko, og valda mikið, svona keisara, eitthvað, back in the days, en ég veit bara hver býr í sem kastala í dag, þú veist, hvað hann notar í? Það er lengið ennþá hana? Það er engin keisara núna, eða hvað? Ég veit ekki. Það spurði ekki sem að við þurfum að koma að stað, sko. Já, við þurfum að fara aftur og bara googla allt, sko. Við getum ekki googlað frá Íslandi, sko. Við þurfum að og þetta er fyrsta utanlandsferðin sem ég fer í, sem ég steg ekki einu sinni. Ekki eina. Enga búð? Enga. Ég fór ekki inn í eina búð. Enga búð? Nei, enga. What? Já. Ég sko var labba, með síðasta dynum var ég labba fram í búðum. Ég sé bara svona Max Mara, þú veist, bara svona, ég bara pæli kannski bara stíðan inn, bara til að hafa stíðan inn. Bara til að hafa farið inn í eitthvað. Eina búð? Ekkert. Keyptir þér ekki neitt þá? Ekki eitt hlut. Ekkert sem fór að... Ekki neitt. Birta? Ég veit. Ég var langaði hól. Já, I know. Ég get það bara ekkert. Æja. En ég, sko, það hefði kannski ekki endilega verið svona, við erum ekki nýkomin frá Milano. Það sem er löpum í alla búðir bara... Alla búðirnar, bara sjúklega skemmtilegt og ég veit að það er mjög skemmtilega að ferð framundan hjá mér, það sem ég líka fara inn í mjög skemmtilega búðir, þannig að ég var ekki með neitt kreifing í það, ég þurfti það ekki og ég nefndi, hefði ég séð það,
hefði ég labbað framhjá sem fór að eitthvað, það er stíðaðurinn. Já, en ég var aldrei á þennan í stað, ég var aldrei eitthvað svona í kringum, þú veist, þessar svona stóri verslunar, eitthvað Lululemon, dæmi, skilurðu. Og svo ertu bara á þeirra prógrami líka, þú veist. Já, svo vorum við líka bara svona, það var alltaf miklu skemmtilega að vera bara hópurinn og vera bara allir saman. Og þá er eitthvað svo óslega að vera eitthvað svona, herri, við ætlum hérna, ég ætla að fara eina, eða við ætlum að fara Þú hefur pott farið ef þú er ekki ný komin Mílan. 100%. Okay, það hefur bara gert mér tíma, já, ég hefði gert það, sko. Já. En ég var ekki einhvern veginn, ég var bara góð, sko. Já, alveg bara sött. Já, bara mjög sött. En ég keypti bara dótanda stelpunum upp á flugvelli og... The classic. Já. Love it. Já. En þetta var skemmtilegt. Já. Það var góð ferð, eins og ég segi 1500 skipti, ég mæla alveg með Búdapest. Fyrstu þér eitthvað ballerínakeks núti, eða? Nei, ég fekk mér ekki ballerínakeks, ég hefði nátt að gera það. Var þetta ekki svona nýtt keks, sko? Var ekki mikið keksmenning? Nei, ég tók ekki eftir. Hún líður svo að sé svona aftur 10 menning. Það er það örgulega. Pottet. Já. Þannig vibes. Já, ég er bara ekki alveg nógu að representa fyrir þetta land, sko. Ég þarf að skota betur. Mér líður svo ballerína gæti að vera frá Ungverjalandi, sko. Já, þú veist, ef það væri ekki frá Göteborg sem er örgulega svona sænst, já. En það er svona það er svona keisara vibes. Já, ég er alveg sammála, sko, klálega, þú veist, en það er alveg mjög gott að fá sér ballerínakeks eða bara eiga upp á hótelherbyggi, fjandinn hafa það, sko, það er alveg verið næs. Gott mönns. Já, það er gott eða gott mönns, sko. Já, fakts. Þannig ég saknaði ballerína mjög mikið. Og eitt sem ég saknaði líka úti, sem ég glemdi að pakka, var Happy Hydrate. Glemdur því? Ég glemdi því. Og þetta er í alveg fyrst skipti í langa tíma. Já, þú náttúrulega pakkaðir kortir áður og fórst út á völl. Já, bara literally 20 myndum áður. Náðu valla að taka upp úr töskunni frá Mílan. Þeim gott ég var reynda búin að því, sko. Þú veist, annars hefði ég bara ekki tekist þetta. Bara ekki verið með nógu margar hreina nærbúsur, sko. En ég var alveg á síðust stundu að pakka því ég var bara eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvað ég er að fara að gera og ég veit ekki alveg hvað ég taka með og svo tók ég náttúrulega alltaf mikið með og notaði bara ekkert af því einhvern veginn eins og maður gerir svona yfirleitt. En hvað var taskaðin þung? Hún 23. Já. Var það í lagi hjá viss? Sko, á leiðinni heim, já. Nei, á leiðinni út, já. Það var slappa. Af því að þetta er Íslandi? Jeps. Þetta eru aðrar mælingar að úti. Og hvað sagði það úti? Úti þá var ég búin að færa allt make-up yfir í Gunni tösku. Gunni fór með 15 kíló, sko. Þú veist, ég bara, er eitthvað í töskunni? Já. Er taska mín bara 15 kíló? Bara tóm. Þú veist, hvað ertu með? Ég skildi ekki. Nei. Bensi er þetta, hann pakkar alveg mikið. Já, ekki Gunni, og hann sko notaði hvern einasta. Já. Ég bara, ertu svona skipulaður? Það er hver einasta flík. Þessi hvítibólur og svo þessi hvítibólur og svo þessi hvítibólur. Literally. Og ég var bara svona, hann bara, ég er búin að fara í allt sem ég kom með. Ég bara, ég átti bara 1 kjóla eftir, ég átti með 2 kjóla við bót og það er svona, maður þarf líka alltaf þess stundum líður maður ekki, maður langar ekki að vera í einhverjum X-kjóla eitthvað, maður langar bara fara í eitthvað kósi einn daginn, skilur. Já. Ég þarf að vera með backups for everything. Sammála, þú veist, þannig að ég bara, en það var ekkert máleiðinni út, þú veist, þá bara slæta þetta, en á leiðin heim var ég búin að færa yfir. Þannig að þá vorum við even. Já, ok. Even Steven, þannig að það var ekkert vandamál. Þannig að þú gerður það ekki, þú veist, fyrirfram? Ég þurfti ekki að gera það. En hvað er mörg kíló í vissar? 20? Það var 20. Fokk, það var svolítið 3 miður og það, já, að því að þú örugglega sem bókun eða eitthvað. Já, örugglega því að Gunni var 15. Það er svo pirrandi, ef maður bókar ekki með einhverjum, skilurðu, þá fær maður ekki privilege. Já. Þó maður sé með þeim. Já, þú þess að mann skal standa við hliðina. Já, nákvæmlega. Það er ógeðslega pirrandi, en maður er alltaf að bóka saman með strákum. Ángríns. Það eru kallmenn í ferðinni. Já, ángríns og Gunni var bara, mælum fyrst þína. Og ég, nei, mælum fyrst þína. Hann, nei, Birta, við þurfum að taka úr henni. Já, ok, já. Smart. Já, en ég þurfti ekki að gera á leiðinni út, sko. Nei, þeir leiðu sig yfirleitt bara svona jafnast út á Íslandi. Já. Það er alveg hræðilega leiðilega þegar maður komin út, sko. Já, það er EasyJet bara my list, sko. They are. Já. Og bara, ég vildi óska bara stundum bara íslensk flugfélög, íslenska flugfélagið Icelandair. Það er bara allstaðar. Að bara fljúðu allstaðar. Já, það er bara best. Þannig ég geti bara átt viðskipti við ykkur, takk. Það er stundum svo þreytt að þurfa að velja þessi önnur, sorry, bara það jafnast bara ekkert á við sömu. Ég er sammálaður. Af því það er ekki sama, þú veist, þjónustas. Það bara jafnast ekki, þú veist, og maður getur keypt bestu innan gæsla sætin hjá Vissar, EasyJet, maður getur keypt mestu þjónustuna, þetta er samt alltaf jafn fokkir hrikalegt. Þú veist, mér langar bara, og það er, málið er bara,
ef þú veist, ok, SAS er örugglega svona svipum klassi og Icelandair skiluru. Já, þeir eru alltaf læg. Já, en þú veist, hver fljúa þeir? Örgulega andjóks bara eitthvað, þau Svíþjóða eitthvað. Já, út tilbaka, skiluru. Þú veist, ef ég ætlaði til Budapest og maður langaði kannski að fara aftur. Er Icelandair ekki að fljúga þangað? Já, það? Það er alveg sælt að við séum bara með eitt flugfélag, sko. Já, þú veist, þetta er svona vandamálið, þú veist, íslensk þjónusta er bara fucking top notch. Já, sammála, það er svo gott að geta tala við góð Íslendinga, sko. Já, þú mátt líka tala bara ensku, I don't care, ég veit bara að standardin er hár. Já, en ég veit bara að ef eitthvað kemur upp á, þá get ég bara, þá græjast það, skilur En þegar það er eitthvað með erlend flugfélag, þá er ég bara, fuck, ég mun aldrei fá neitt pening tilbaka, bla bla bla, þú veist, færa flugið mitt eitthvað. Já. En já, bara, sjá, mér líður eins og, það var það kannski, nei, það byrju, svo kannski það að ljúga hérna, kemur eitthvað annað flugfélag, eitthvað millending eða eitthvað. Það getur verið, sko. Þolið það ekki heldur? Nei, veist það, ég nenni heldur ekki alveg þeim pakka, sko. Nei, ekki þegar maður, veist, ekki fyrir 4 tíma flug, allt annað þegar þetta er 12 tíma ferðalag. Eða eins og ég viss og eitthvað svona, þú veist, það er ekki hægt að halda sætunum. Nei, ekki heldur. Það er bara ekki hægt að halla, nei, þú veist, það er bara ekki hægt að halla sætur fyrst ykkur ekki galið. Nei, þeir fljúga ekki til Budapest. Nei, mér held ekki, sko. Þeir samt auglýsa það bara með því að, jú, nei, one plane change. Hvernig er plane change fyrir 4 tíma flug? No one. Ha? Nei, þannig ég segja, og til hvers þá? Til þess að fá góða þjónustu með Icelandair og svo skiptir yfir eitthvað blá. Já, ég veit í 40 mínúna flug, já, skilur. nei takk, þú veist, I'm so fine. Já. Eða ég örgulega, kannski annan 4 tíma flug eða eitthvað, skilur. Ángurins, já. Og komur út í raskat. Einmitt. Nei, en hérna... En já, þetta er 8 tíma flug, þannig að... Það er svoleiðis, já, einmitt. Akkur ætti maður að velja þetta? Ég allavega, já, ég vildi óska að, þú veist, að það væri bara líka annað kannski flugfélagið í Íslandi, en bara til þess að væri, þú veist, aðeins fleiri áfangastæðir. En ég var til að velja bara alltaf Íslands þegar ég geta það, sko. Og ég myndi gera það. Ég er ekki tjóka. Já. En auðvitað, maður lætur sig alveg hafa þetta, en þú veist, maður er alveg ryðgar eftir svona ferðalög, með svona félögum, sko. Já. Algjörlega. Þú veist, það er ekki bara, þú veist, það er ekkert í bóði á svona vél. Ekki neitt. Þú veist, fengið er gott breiðvín eða... Herru, við sátum... Eða Coca-Cola, skilur við? Nei, nákvæmlega, við sátum sko back 11 á leiðinni til Budapest. Það er nú mjög framalega í þessum 40 ganga flugvélum, sko. Það er ekkert litla flugvélar. Við sátum back 11 þegar komum til okkar, það var allt búið. Það var nokkri drikkir eftir, ákveðna týpur. Akkur allir að fá sér svona mikið til Budapest? Nei, þá málið bara, þau er náttúrulega að fljúa frá Budapest til Ísland svo aftur tilbaka. Já, ekki eftir að fylla á. Nei. Bara það var ekki til ein samloka. Það er flesti sem að kannski fylla á bara á Íslandi, skilur. Það var ekki til ein samloka. Og við vorum bara svona, við borðum ekkert eitthvað það mikið upp á velli, sko. Þannig vorum bara, kaupum okkur bara samloku í fluginu, skilur. Við erum bara að borða Pringles bara. Það var rekalegt. Já, það er bara alltaf þegar við förum með svona flugfélagum, þá kaup ég bara nesti, sko. Já, ég bara fattaði það ekki. Nei. En þannig að ég hefði bara að kaupa mér bara Coca-Cola upp á velli og bara eitthvað nesti, sko. Það er eina vitið þegar maður flýgur með svona, sko. Ég veit það. Líka þegar þetta er yfirleitt bara eitthvað shit í samlokur eða skilur við. Já. Ef það eru til. Ef það eru til. Já. En þú veist, við vorum líka bara svona, við erum á 11, hvernig er þetta búið? Það er crazy. Og svo bara þetta var komið til vin okkar námið 19, þá var bara allt búið. Bara hvernig einstu drikkur búin. Shit, það er rosalegt. Já. Ekki nógu gott. En annars yndisleg ferð og allt svona, en þetta er náttúrulega bara Lukkaði vel. Hvað var heitt? Það var alveg 1920. Já, hvað var sem bara það? Já. Þú veist að lukka svo mikið? Það var bara í sólunni. Nei, aldrei. Okay. Það var ekki mikil vindur eða eitthvað svona þannig. Þannig að... Við vorum alveg 25 í Milán. Já, við vorum alveg það heitt. Já. Einmitt. Það lukkaði alveg 25 á þér, sko. Já, ég held að það hafi verið bara svona 1920. Já, ok. 21, kannski 2 max, sko. Þetta ekki búin að skoða viðspána fyrir Manhattan, eða? Nei, ég er ekki svo búin. Er þetta rigninga við? Já, það er rigninga. Hættu. Við þurfum alveg að taka long coats. Það er kallt, sko. Ég er búin að vera að senda þér gælið sem verður að senda svona weather updates, bara today you need a puffer. Og það var bara gær. Hættu þessu. Ekki hérna það er aðeins skárra núna aldrei í seinustu viku, en þú veist, þetta er svo ógeðslega óútreiknanlegt að þú getur bara verið í bongo einn daginn og svo bara frost í næsta.
Við höfum enga tíma í það. Nei. Það er svo gaman að rölda nefnilega. Veit það. Þá, eins og spáinu núna, það er grænendrigning þegar mætum. Já. Gekkja við þar föstudaginn eins og grænendrigning alla helgina. Já. Og náttúrulega helst þetta þessi einin í sóladagur allavega. Já, það væri Á yndislegt. föstudeginum. Já, það væri yndislegt. Og vonandi breytist hennir bara, skilur Já. líka. Þú veist, það var samtalið að vera 15 gráður. Já. Þú veist, já. Æ, ég ætla að hafa trú á þetta breytist. Já, við þurfum bara Veistu? að taka með okkur meiri síðföt heldur en senast þegar fórum. Kannski, já. Það er að við erum ekkert að fara í stupp sem pílates, skilur. Nei, einmitt. Það er bara lang og jakki til miður. Herri, við gerum það bara. Já, Við gerum gott úr þessu. Ég var spáðið að fara bara í kápu, bara síðri kápu upp á völl til að hafa það með mér, skilur. Já, það er sniðut. Við verum að Svo skrítið að þurfa að taka kápu á þessum tíma ás. Það Já. er mæ, sko. Já, það er smá steikt. Æ, En það verður bara gaman. þetta verður mjög góð ferð. Þetta er á næsta ferð sem er framöndan. Fyrst það er að fara þriði helgin röð. Já, það er að daga út. Hvernig líður þið með það? Þú veist, ég er smá sjokki, sko. Já. Ég er smá sjokki með mig. Þú veist, auðvitað í fullkomnu heimi hefði þess að ferði Já. drifst smá Mhm. upp á bara, sko, bara lengja sumarið eða eitthvað, svolítið leiðilegt að taka þetta allt í einu þegar maður næri alltaf að njóta. Einmitt. En ég er samt bara ógeðslega spennt, ógeðslega peppuð, þannig að já, Geð. ég er bara, ég veit I will be so fine á fimmtudaginn, sko, Já, þegar já, við já. erum að fara. En að smá bara svona, ok, þú veist, hugafærið bara svona, let's go, já. En sérstaklega þessi New York ferði, þú veist, það var yndislegt með vinnarskunu og allt það, en þú veist, ég er búin að bíða svo lengi eftir þessari. This one has been booked for a while. Já, þú veist, og þetta er svo, we've been there before, we know the vibes, bara, ég veit hvað er að fara út í, Já. ég veit hvað það verður gaman. Þannig ég hef engar ágjur. Bara spennt að enjoy the city. Já, ég líka, og bara get my bagels, Já. og bara, Ég er búin að senda þessu ógeðslega mikið að svona kaffihúsum og beglustöðum, sko. ég er svo spennt. Já, það er bara, þú veist, to be in New York, Líka, to eat, the to have Caesar fun. wrap. Já, Ekki að gleyma henni núna. nei. Ég er búin að finna staðinn. We're The going Caesar on wrap. Friday. Algjörlega. That's our breakfast, sko. That's our breakfast, já. Það er líka næs með okkur að við erum ekki með morgumat innifalinn. Og þurfum að drulla okkur út. Já, af því að það tafðar okkur núna Já. úti Budapest, sko. Þú veist, Já. þá fór maður niður morgumat svo aftur upp að græja Já. sig. Það gerir Það tefur, sko. Já. Í stað sem er bara ég sveng út. Já, það er bara, GMT, let's go. Já. Eina sem er bara, við þurfum eiginlega að kaupa okkur regnhlífar. Bara, svo þetta sé ekki eitthvað fyrsta sem við erum eitthvað að leita af. Já, það er alveg rétt. En Ég nenni ekki verið með eitthvað hótelregnhlíf. nei, sem við megum ekki, þú veist. Gleyma eða Já, eitthvað. en hérna, við getum bara keypt það bara hérna í Ég kringlunni sá eða Kína, Smáralind. held ég, Já, manstu? já. Tökum það. Og við erum bara með þér, bara með þér lendum. Skilur, við erum bara með þér handfæringur. Já, á okkur. Það er leiðilegt að, þú veist, get ekki labbað, skilur. En ef við erum bara með reglíðan alltaf, þá erum við bara ready. Steady. Og þú er búin að order some fats. Já. Mikið það. Nei, ekki mikið. Ég var náttúrulega að panta líka fyrir smá fyrir Bali. Já, þú byrjuð að preppa það. Já, af því að það er allar svo síður sendi ekki til Íslands. Já. Þannig að ég er að reyna að nýta. Einmitt. Þannig að það er bara að eiga ykkur að sæta kjóla. En Þessi ástralísku síður eru langt flottastar fyrir svona ferð, sko. ertu að finna, sko því mér er stemmit núna, ég er búin að vera að fara inn á nokkra heimasíðu, bara svona eitthvað að skoða fyrir New York. Ég þarf bara að setja svona og klára þetta kvöld. En Já, hérna, og Amazon, við þurfum að fara á Amazon. ég veit, við erum bara Amazon. Það tekur náttúrulega smá tíma, sko. En við reyndar, getum alveg gert bara nokkra pantanir, við þurfum ekki að True. pæla í shipping-kostnaðinum, skilju. Nei. En það Æ, er bara fattar ég. þægild að, þú veist, klára það, ég nenni ekki að vera að því úti eða eitthvað. Nei, við klárum það, yngur okkur því. Hérna, já, ég ætla að segja, allar þessi síður sem ég er búin að fara inn á núna, bara svona að skoða eitthvað svona, það finnst mér einmitt svo mikið svona Bali summer vibes. Það er bara strax Hvað komið. síður þú að skoða? Bara sömu, nei, jú, söpu þú bara, sem bara í skoða mótur rocks, það er enda meira svona kannski klassíst. Það er meira svona chill city Já, vibes, ég kíkti alltaf inn á Addicted og það Já. kom ógislega mikið. Svo kíkti ég inn á, ég var aldrei verslan eitt að ná, en ég kíkti inn á White Fox sem Já. allir eru alltaf sponsar af út í Breitlandi.
það var sjúklega mikið bara svona Það bara holidays, sko. já, Já. það var svona bara þannig ég bara, ok, Ég setti í körfu í gær á White Fox. það? Ég komið með $1,000. Þetta er ekkert eðlilega dýrt. Já, þetta er ekki svona ódýr sjoppa. Nei. Þetta er bara allt sem að sýnir að herma eftir. Það er, Dýrara. já, en ég held að White Fox væri svo smá Það er low-key, sko, þú sér bara Jack og Move eftirhermur, skilur. Einmitt, En þetta er einmitt. ógeðslega dýrt. Ok. Ég kom með svona andur 7 kjóla eða 7 fits, eða þú veist, pils og eitthvað. $1,000. Það er fucking mikið. Ég var bara, ok, og þá hætti ég bara í Já. stæðan að taka Google, Já. ég var bara, fuck that. Já. Ég nenni ekki að þurfa að beila á eitthvað. Nei. Það langar bara í þetta allt. Já. Ógeðslega pirrandi. Þannig að eitthvað tímanum mínum ekki neitt. En það var ógeðslega mikið með svona vibes. Já. Hvað skoða ég meira? Ég reyna að muna. Það er alveg komið sumar, sko. Eða þú veist, fólk er að preppa. Ég skoða líka fyrir Pepmajó. holidays. Já, fuck Pepmajó, sko. Það er ógeðslega mikið holidays. Já, og það er ógeðslega dýrst og það er fucking shit. Já. Ég er alveg pirruð í Pepmajó. Hvað? Eitt svo ógeðslega mikil pening í Pepmajó fyrir Mexiko. Já. Kom allt og það er bara asnalegasta bara sem ég bara panta mér. Aha. Eina buksunar voru, þú veist, þetta er allt sömu stærðinni. Eitt passaði, meðan hitt var bara svona 3 stærðum og lítið og svo bara ömuleg gæði og ég var bara svona, ertu að tjóki mér fyrir þetta verð? Þú veist, þetta er 12 skrána bólur og hann er bara detsindur, skilur. Ég bara svona, Új, já, það er já, hrikalegt. ég var að tjóka í mér. Æ, nei, það er ömulegt. Já, ég er smá reyð út í á. Já, En það var þetta eina stöpuksur sem ég elska. Ég notaði oft. Ok, gott. Það var eina sem kom gott úr þessu helst pöntin. Ok, þannig ég ætla ekki að skoða Pepmajó Nei, meira. bara passið ykkur stærðanum þar, skilur. Það eru ógeðslega unreliable. Já, þú veist, þá bara ekki, skilur, langar mig bara ekki að skoða. Nei, ég veist, ég mæli alltaf ekki mikið með því, sko. Nei, hvað aðra sér þú múin að skoða meira? Ég er ekki búin að skoða neitt meira. Nei, ég er bara búin að kíkja inn á þetta, sko. Það vantar einmitt að vita þess hvað maður getur kíkt á, sko. En þú veist, ég er spennt líka að fara í Aritzia og eitthvað. Já, það er mega næs. Það er svona mjög New York-y, en Já, það er mjög classic, samt. Já. Þú veist, þetta er bara svona the basics, finnst mér. já, því ég held verður mér örugglega mest í þannig fett. Svo Já, kannski inn á er það milli út að borða það, Já, skilur. jú. Við erum ekki að fara út að borða öll kvöldin. Heldur það? Erum við að fara út að... Ég Við held erum við ekki búin að ættum bóka. ekki. Nei. Við erum búin að bóka 3 staði eða eitthvað. Nei, svona. Jú. Við erum búin að bóka Carbón, Nobu Já. og Bútakan. Bútakan. Er það ekki allt? Má ég nú sjá. Carbón, Nobu, Bútakan. Já. 3 á 7 dögum. Já, ok. Já, við erum ekki búin að bóka... Nei, einmitt. Við erum bara með hérna possibly. Við erum ekki neitt að bóka, sko. Já. Aha. Ok, ok. It's a little scary. Já, en við þurfum að fara að kíkja bara við það að því við náttúrulega erum líka bara að fara á Hamilton á föstudaginn. Ég veit það, og ég veit ekki hvað staðið við fara á. Ég er inn á Monkey Bar alla daga. Ég líka, ég fer inn á daglega. Að losni borð. Já. Það er geðvikt, það er líka nálægt. Og það er svona geða svona theater vibes að fara á fyrir það. En við þurfum bara að finna eitthvað góðan brunns þá eða eitthvað. Ég veit það ekki. Já, þú veist að þegar sýningi byrja alveg snemma, sko. Þú veist, þannig við erum bara að fara eitthvað svona lunch. Brunch. Svona late lunch. Late lunch, 2, Já. 3. Já. Þú veist, eða hvað, 3, 4. 3 er örugglega fínt, það tekur örugglega tíma að koma okkur ánga. Já, einmitt. En já, þannig að þið heyrið, það er margt skemmtilegt sem það framöndan hjá okkur. Þú veist, það er alltaf bara Matt Monday næsta mánudag, sko. Svo Hailey Bieber er mætt. Er hún mætt? Hættu þessu. Mætt. Yep. Heldur Bieber sé fram með þetta? Já, ég held að. Já, ég held að hann sé on a that promoting high. himself, Jeps, sko. I think so too. Já, ég held að mæti. Fucking hell. Ok, þannig að Bieber og Hailey verði bænum. Já. Alltaf Kim og Louis eru alltaf frá að koma saman. 100%. Veist, Heldur að Jacob Elordi og Kendall mæti saman? ekki mæti ekki saman, en þau mæta bæði. En þau mæti ekki saman. I don't think so. Það er alveg crazy dæmi. Það væri samt. Officially saman. Durlað. Ímyndið er þetta line-up. Oh my god, bara imagine. Bara the family dinners. Já, bara með Lewis Hamilton, sem ég veit ekki nógu mikið skilur við. En það er svolítið the legend in the game. Já, hann er bara gótinn í sínum leik, Já. skilur við. Svo erum við Timothy Chalamet og Jacob Elordi. Bara sitting all there together, sko. Einmitt. Reynda að træða sparka líka, en þú veist. Já, já. En hann er vist geit í sínu. Já, hann er í sínu. Það segir að hann sé bara því líku trommari, sko. En fyndið að þær eru báðað með svona rising actors, skilur við. Báðað svona, rosa. alveg svona Oscars vibes, skilur við. Hafa þeir ekki leikið saman? Jú, Nei. Nei. Held ekki. Hvað
nei, ég var rugla eitthvað. Þeir hafi ekki. Þeir hafa ekki. Nei, ég held ekki. En pældi, þetta eru svona þessar 2 típur, svona báðir rising, báðir ótrúlega myndalegir, ótrúlega ólíkan hátt. Þetta er smá svona kannski, ég veit ekki, var Leo og Brad Pitt of similar? Nei. Brad Pitt er svona meira pretty boy heldur Já. en Leo. Leo er meira svona Gat fara í alls konar phenomenal, hlutverk, já. Já, kannski smá þeir tveir. Er það Jú, ekki? Jú, Er þetta ekki svona framtíða Brad Jú. og Leo? algjörlega. Leo náttúrulega, þú veist, það er búið að segja Timmy sé smá Leo, okkar kynsluð, skilur og Jacob Lord er 100% Brad Pitt. Right. Spældi að þær eru bara að deyta þá, Brad Pitt og Leo. Crazy. Sástu að Chanel droppaði Timmy fyrir Jacob? Nei, Já. ég mista Hann því. er ambassadorinn. Hann er brútal. Það er smá. Hvað eru þeir, svilar núna? Já. Já. Þetta er Eða hvað? crazy. Jú, ekki? svilar. Já, Jú. já. Þeir eru að deyta systur. Já. Sástu að Kylie átti að kynna þau? Já, ég sá það. Bara í byrjun ás eða eitthvað. Já. En það var alltaf rúmur að hann væri að deyta þessa Olivia gælu. Ég ekki veit það. Og svo allt í hennu, þess vegna var maður bara, nei, þau eru ekki saman. Já. Svo eru þau bara greinlega saman. Þetta er bara confirmed. En hvað er þetta confirmed? Þú veist, þetta er ekki þannig. En Nei. þú veist, alltaf þegar við sjáum svona, þá er það confirmed. Já, ég veit, þetta er komið svo 5 langt, seinna, já. En núna er líka bara hellaði gangi að okkar maður, our husband, is engaged. Já, en ég held að sé ekki rétt. Ekki heldur. Ég held að það sé bullshit. Hún alltaf er ambassador fyrir skarkgripafyrirtæki, hún Zoe Kravitz og það er alltaf að tala um að hún er bara, þú veist, að einmitt ný lína kom út, sko. Þetta er geggja marketing. Já, Þetta er líka bara, Harry, hann er með eitthvað svona special dæmi í Englandi að paparazzi hann er megi ekki taka myndir á hann. Hann er með eitthvað sérstaklega, jú, það er bara þau megi ekki taka myndir á hann. Og pælir í, þá höfum við aldrei séð eitthvað paparazzi myndir á hann í London. Við höfum bara séð eitthvað planað eða þá fanmyndir, skilur. Hann getur bara labba hvað sem hún sýnist. En þessar myndir sem kom út núna daginn bara í gæri eða eitthvað þegar hún var bara sleik við hann í bílnum og sest í hann ring, skilur. Harry myndi ekki, þú veist, láta þetta gerast. Þetta var too planned. Já, þetta var annars svolítið Það planned, er eins og hann hafi bara, þú veist, keypt þessa paparazzi eða bara sagt að koma hérna, skilur, þau megi taka núna. Já. Þetta. Hann var bara í feitum sleller, sko. Já. Og hann sagði eitt fyrir löngu bara eitthvað, ef þið sjáu eitthvað, þá er það planað. Já, að því ég ræði hvort þið sjáu það eða ekki. Já, alveg rétt. Það Ég er held að það sé rétt. ekki trúlóðar, sko. Nei, ég En held þó ekki að sé heldur. alveg, þú veist, og líkt Zoe Kravitz, hún er alltaf að trúlóðast einhverju gæjum bara eftir að vera með þeim í korter, sko. Já, það er enda alveg rétt, sko. Þú veist, hún er með rosalega roster. Hún er. Rosalega roster. Það er, Já. algjörlega. Þú veist, og hún lukkar eins og hún sé bara búin að vera til í 150 ár. Já. Og með að við hvaða gæjum hún er búin að vera með, Ég veit skilur, það, maður ég veit svona, það. hvað er hún gömul, Ég skilur, veit samt það. er hún bara 39 ára eða eitthvað, eða Já. 37 ára eða eitthvað, hefum það ekki. Rosalegt, sko. Já, En já, ég held að þetta hafi verið svona svolítið statemyndir, sko. ég held að 100%. Já. Hann myndi aldrei láta þetta gerast nema hann myndi vilja, skilur. Nei, einmitt. En líka ringurinn er, þú veist, alveg eins og þessi ringur, hvað heitir þetta, Olivia, eitthvað, Ó, ég man það ekki, þetta ég man það ekki. skarkgrifamerki sem hún er að vinna með. Og þetta er þess að 2 ringar sem er sett saman, þetta er ekki eins og 1 ringur, skilur. Já, þetta er svona stacking up. Fyrir þessi 2 trúlegur, Það er ólíklegt, Já, þetta mjög sé... ólíklegt. Nefnum hún sé bara safnaðin frá Channing og frá öllum þessum gæjum. Já, já. Allum skilum. Nei, ég vil ekki. Jú, alltaf Heldur ekki. Maður hætti saman. Að það? Skilum maður ekki trúlóðan hringnum? Ég myndi gera það. Já, ég myndi mig gera það líka. Já, það fyrir líka samt að fyrir eftir hvernig það hætti saman. Við höfum alveg rætt það, ég held að það sé annars topic. Já, ég held að líka. Hvort að maður ætti að gera það ekki. En það Já. er fyrir alveg eftir hvernig það hætti saman. Já, Myndi ég að segja. þú veist, ef maður er búin að gifta sig, þú veist, ef ég er trúlóðast og ég gift mig og svo var ég að skilja, þá myndi ég ekki skilja því. Nei. Skilur við? Þannig erum við bara trúlófuð og við myndum enda sambandið. Já, bara ágæðstuðum tíma. Já, þá verður bara bæ. Já. Þá myndi ég skilja En því. þú veist, þegar þetta er bara eitthvað svona geðið ríku gæi sem maður þarf ekki... Já, þá bara fara hann ekki tilbaka, sko. Nei, ég segi það. Nei. Þetta er bara eitthvað Þetta er bara Channing eitthvað svona- Tatum. Vatn í dropi vatn fyrir Já. þér eða eitthvað skilur við bara, bye bye. Einmitt. Herri, En ekki svo einhver sé að fara að endur í þetta ringin, vona ég. Nei, skilurðu. nei, það er nú ólíklegt. Það er ekki. Ég myndi alltaf það. Þú veist, samt fólk hefur auðvitað gert eitthvað svoleiðis vitleysu áður, sko. Pottet, En það myndi 100%. ekkert koma mér óvart, sko. Nei. En hérna, ég var að horfa á í fluginu á leiðinni heim. Datt svolítið inn á þarna
Home with the Tyson Home with the Furies Já, það Tyson Já, hann heitir alveg Tyson Fury en Mike Tyson hann er svona stóri bróðið Tommy er Molly hann er Tommy Fury sem sem kæstin á Molly May þau náttúrulega byrjað saman og þess að ég var að horfa svo þetta leiðin heim og Gunnar var bara svona er Molly og Tommy byrjað saman ég bara, hvað er það að vera? Já It's been a while Já, misti fólk bara því Gunnar Patrik kannski Já, kannski Nálega vona barnið nummer 2 á Molly Já, mitt og það gleymist samt smá Finnst þér það ekki? Ég er alltaf að gleyma því Ég er alltaf að gleyma því líka og ég held í alvörunni að þegar hún tilkynnti ólítuna ég hef ekki eins og tekið fyrir til vikuna sko. Nei, mitt Ég bara bara svona að því að she went back to him og Já. maður er ekki eins happy for her eða still happy for her en þetta er ekki eins spennandi Þetta er ekki mikið bara þetta er fullkomið og Já, það er búið að skemmi þetta einmitt Ég veit, en hérna já, hann var alveg búin að greinlega mista þeim fréttum en já, ég veit ekki, ég er búin að horfa núna ég horfði aldrei á season 1, það er kannski 1-2 þætti en ég fannst gaman að horfa núna season 2 ég veit ekki af hverju, og búin að horfa fyrstu 4 þættina eitthvað, það er alveg svona skemmtilegt ég fíla konun hans og þannig, en það er bara að lifa ógeðslega skrýttum svona öðruvísi lífstíl sem svona the gypsies, skilur sem travelers, fattaru bara svo dóttir hans er 16 ára, bara núna að fara að gifta sig Við vorum ræðið til því senst þætti Já, ok Já, mannst það ekki Ég var að taka þetta aftur fyrir Ég man ekki hvort ég var ræðið við þætti eða bara real life Nei, það var hér held ég Ok Ég var alveg á déjà vu Já En já, það er alveg crazy Það er alveg crazy Já. en ég veit ekki, mér varst alveg svona smá skemmtilegt svona að horfa á þetta og svona hann er einmitt bara svona gaur sem á bara óeðlilega mikið af pening en samt eru þau bara svona ég ætla ekki að segja líf eðlilega lífi þú veist, hann flýgur bara private og allt það en skilur hann er samt bara eitthvað svona að fara í búðina að versla skilur í Asta ég veit ekki, það er svona gaman að mæli með að kíkja á þess að þetta sko Já Sástu svo með Megan Thee Stallion Nei, jú, byrju með hennar kærastan hennar Nei, segð mér Ok, þetta var allt sko eitthvað hjá mér ég er ekkert eitthvað gett inn í Megan Thee Stallion þú veist, hennar lífi en her fans are super invested bara, þú veist, hún á bara svona real fans og og við greinlega þurfum að tjúna þess meir inn fylgjast með Megan Thee Stallion hún er búin að Hún var skotin í löppina eitthvað tímann eða ekki Jú, það er hana- af ykkurum svona kannski Tory mögulega Lanez. kærasta Já, Nei, þau voru ekki kærustupar Þetta gerist í ykkur stúdíó eða eitthvað okkur skaut hann hana Ég man það ekki Nei, við þurfum eiginlega bara að taka þáttum hana Já, við rættum þetta eitt tímann Ég man ekki hvað var Þau voru eitthvað upp í stúdíó saman og var eitthvað bíf Hann fór á fangelsi og eitthvað Já, það hann skaut hana Já. Þú veist, pældi ég hvað þetta er crazy En já, við þurfum eitthvað að skoða þessa gælu En hún allan greinlega búin að vera í sambandi núna með þessum Klay Thompson sem er sérst NBA-leikmaður sem spilar með Dallas og þau bara búin að vera bara saman í næstu svona ár núna ég held að svona opinbera samband sitt í júní í fyrra hún er bara stöðt sérna bara í ágúst eitthvað keyptu sér hús saman og eru búin að vera bara sjúklega happy, hún er bara viðtölum bara he's the most genuine guy I've ever been with bara he makes me genuinely happy og hún er bara svona ógeðslega ástfangin og bara svona geðið eitthvað svona innit og hvað hann er bara æðislegur og svona, hún er ógeðslega duglega að deila myndum að þeim og þau lúkka svona því ég sé núna myndbund að þeim og svona bara lúkka super happy alltaf og hún ætti bara ammæli núna í janúar og hann var bara að gefa henni Bentley og bara þau voru okkur holiday saman eitthvað svo postur hann núna bara story í síðustu viku bara eitthvað að hann hafði haldið fram hjá sér og hún var bara þú veist, var eitthvað svona hvað skrifaði bara þannig að það er allir bara eitthvað í sjokki að hann hafi gert það og mega upset for her sko hún setur í story á Instagram cheating, had me around your whole family playing house, got cold feet holding it down through all your horrible mood swings and treatment towards me during your basketball season and now you don't know if you can be monogamous bitch, I need a real break after this one, bye y'all En erum við bara í sjokki í dag NBA-leikmenn haldur fram hjá? Nei Ég myndi ekki, alvörni, ef eitthvað vinklum ég var bara, ég bara að deyta NBA-leikmann, ég var bara, why? Eða þú veist, I get the hype, skilur, það er spennandi eitthvað þannig, en það er eiginlega svona 90% garantí að það verður haldur á mjög Allir þessir spilarar Ég myndist bara svona sérstaklega NBA og fótboltaspil og fótboltaspil, það er endur hárrétt og fótboltaspil, það var einhver sem sagði, það var einhver svona NBA-leikmann sem sagði ég spila 41 útileiki á ári
þú veist þess að ekki heima á sér, það þýðir 82 konur á ári. Smekklegt. 2 in every city. Yum. Dream. Right? En sumar gælur eru bara ég ætla að vera eina af þeim, skilur. Já, 100%. Go off queen, skilur. You do you, svo lengi sem maður sér ekki að fokki fyrst, þú veist, ok, náttúrulega alltaf manninum að kenna, skilur. How would you know? How would you know? Þú veist, þeir eru alltaf að fara að ljúga bara að þér, skilur, og segja nei. Líka, veistu hvað, talandi að því ég var að horfa eitthvað svona Tyson Fury, bla bla bla. Veistu hvað, svona þekkt dæmi sem að NBA-leikmenn gera við konan annan, boksarar gera við konan annan, ég var að frétta þetta, sko. Senda bara partí, bara stelpur, konur, bara partí upp á hótel, bara segjum að ég var að fara að boksa við þig á morgun. Þú verður gauður. Ætla að fokki þeim. Bara þessu fokkir, bara þannig að you've been up all night doing this and that. Já, og þeir bara ráða ekki að vissi. Já. Grísat nei. Pældu að vera svona delusional. Þú ert kannski að fara í boxkeppni næsta dag upp á margar, sko peningar í svona sumum af þessum sportum eru svo delusional. Af hverju erum við að borga einhverja milljarða til að horfa á 2 menn slást? Ég skil það ekki, sko. It's beyond. Þetta er náttúrulega bara eitthvað gambling shit, sko. Þetta er. Og bara, þú kannski bara að spila næsta dag fyrir 1 milljarð. Og þú bara, nei, vá, kom stelpu til mín. Þú getur ekki að fara að sofa. Peningur er bara eitthvað djók fyrir þeim, at this point, skilur. En bara getur ekki að fara bara að sofa. Það er það En það er líka á að eyðileggja fyrir þeim. Að gera eitthvað svona stöff beint fyrir. Það er alltaf svona þjálfarar að banna það. Þjálfarar að banna það? Já. Það sem sendir mót, þú veist. Já. Þeir megið þetta ekki, sko. Það er svona skrítið, akkur megið er ekki, þú veist, akkur má bara kallkynnið ekki losa einhverja spennu fyrir leiki. Þegar þú átt að vera betri, ef þú sko spennu niður. How fucking no. Er þið betri þegar þeir eru horny, eða? Apparently. Já. Er þið bara ekki að reyna að hugsa að ríða ykkur öðrum eða eitthvað, skilur? Þú veist, hver fokki veit. Ég skil þig ekki alveg. Nei. En þetta er bara svona a new world to me, bara einhvern veginn svona að pæla í þú veist, líka bara eftir að horfa á Lamar þættin, skilur maður bara, djúst fucking veiki, getur bara, já, veiki, vektir orða tekið, sko, bara, já, þetta er svo mikið sturlun, sko. Og bara svo Tyson, skilur þú veist, þetta er bara 37 ára gamall maður sem á 7 börn, skilur búin að gifta sig á 16 ára og hann var allum, þegar hann var að keppa þarna þar síðast, þau fara bara í training camps, bara í 3-4 mánuði og bara ok, jú, bara konan hans bara heldur allir uppi og maður getur tala að vera heima með 1 barn eða 2 börn, sko. Hún er með 7 börn. Ég elskar hvort þinn vestið í þessu. Já, herði, og hann bara eitthvað svona, já, ég ætla bara að taka no contact. Já. Og það er bara tröflun að geta heyrt í konunni sem er ekki allt í góðu. Hann bara hringdi ekki henni marga mánuði og því að hann var bara æfa. Völdi, mér finnst þetta alveg galið, sko. Þetta er crazy. Sumir menn er alveg lúsnar. Ég skil ekki hvernig konur geta verið með svona íþróttamönnum, sko. Nei. Bara hvernig nennir þessu? Hvernig? En já, þetta kom allt út frá, Megan Thee Stallion og Klay Thompson. Líka hann heitir Thompson. Bara, are we surprised? Gríns. Tristan Thompson, Klay Thompson. Alveg pottet Pisces, sko. Pottet Pisces. Nei, ég veit ekki. Þetta er búið að vera alls konar, sko. Já. En það kom alltaf sumdaginn fyrsti. Hvað gerðu þau sumdaginn fyrsta svona? Það með ég var úti. Gerði ég eitthvað? Það var 5 daginn og frídagur. Mér líður svo hafa gerst eitthvað. Nei. Ég held ekki. Nei, ég gerði ekki neitt. Það var ekki gott veður en að heima. Nei. Ok. En þú varst úti? Ég fór bara flugið mitt, var það ekki? Já. Ég minni það. Já. En ég fór alveg svona seinnipartinn. Þannig ég náði að fara að shoppa og eitthvað svona þannig. Og náði að elda mér eldum rétt áður en ég fór bara völl. Aha, já. Í hádegis? Já, geðveikt næs. Áttum mitt eftir og eldum hann áður en ég fór bara völl. Það er sjúklega næs. Það er geðveikt. Og líka geðveikt næs, ég komin heim og bara mánudagur og ég veit bara kvöldmatur minn fyrir vikuna er að mæta eftir. It's here. Þú veist, ég þurfa ekki að fara bara í búðir, skilur. Ég veit. Það er líka akkurat dagarnir sem þú ert heima. Ég með 3 daga. I got it covered. Nei, en að því það er náttúrulega komið sumar og svona ætlum bara að minna á. Það er ógeðslega sniðugt að nýta sér eldur í ett. Og það þarf ekki að gera það alla vikur, skilur. Ef maður er, þú veist, að fara erlendis eða hvað sem það er, fattaru.
til dæmis bara að maður fari ferðalega, þú veist, upp í sumumbústað eina helgi, það er svo sniðugt að kaupa þetta og vera bara með tilbúna rétti. Já, ekki bara, þú veist, bara taka kassan með. Bara það. Og það er ekki taka bara 100 póka og steiktan lauk og sinnep, eða þú veist, sköpina. Já, og bara ok, já, það vantar bara smá krydd af Kóríander, þessu, já, þú veist, svo er það ónýtt, eða þú veist, eða bara eitthvað búðapóka, sérstaklega bara eins og if you're living my life, bara með 2, þú veist, frekar ungböð, bara bíllinn fucking fyllist. Einmitt. I ain't got the time fyrir bara, eða the space fyrir eitthvað svona 17 póka úr Hagkaup, sko. Einmitt. Love you Hagkaup, I ain't got the space. Nei, þú getur líka keypt bara rétti þar. Svo er það Heldur rétt. það er best, Já, sko. þannig að ef þú glemdir að panta og ert að hoppa í bústað eða eitthvað skilju og getur bara gripið það í Hagkaup. Já, það er leiðilegt. ógeðslega næs. Ég ger það mjög reglulega. Og þau eru alltaf með klassísku réttina sína þar. Þú veist, Stundum inn á milli er eitthvað. eitthvað svona smá Já, spennandi, bara svona, já. Já. En alltaf þarna kjúklingavefjuna, alltaf þarna kjúklingapastar, Já. hann Alfredo, Já. Og svo alltaf eitthvað svona kjötdæmi eitt kjötrættur hana. sem man ekki hvað heitir. En það er ógeðslega sniðugt að grípa sér svona. True. Og ég Hagkaup líka bara, þú veist, allt, þau náttúrulega fáið allt fyrir allt. Ég fór og keypti pakka sumdaginn fyrst af gjafir þar. Pust, allt hefur þægilegt. All the make-up, allt til one stop shop, skiljið. Já, þetta er best. Þetta er þannig. Besta búðin. Já. Og það núna að vera danski dagar að byrja. Oh my god, ég fær flashback. Já, danskir. Og það var eiginlega, akkur man ég svo vel þetta dönskum dögum. Ég man líka eftir, hvað var það? Hvað var það sem það var að kaupa sér? Það var eitthvað rosalegt. En það sendi okkur á Instagram Hvað þið kaupið á dönskum dögum? Það er eitthvað sem ég er að gleyma að segja. Það er ekki eitthvað leðupóstæð, þetta er eitthvað sem verið sérstækt, sko. Já, þetta var eitthvað, maður alltaf, það eru danski dagar í Hagkaup. Það var Hagkaup í Holtagörðum, ég alltaf var að þanga. Já. Manstu því? Já, mann ég eftir því. Manstu það IKEA var? Já, oh my god. Ég man því, sko. Crazy. Já, þetta er svona alls konar skemmtilega brjóssigar og eitthvað skilur, eitthvað nammi og þessu löngu rauðu pulsur og eitthvað. Einmitt. Danski dagar, let's go. Let's fucking go. Við höfum að fá okkur smá svona taste of Denmark að við förum til New York. True. Já, það er mjög til í það. En já, þú veist, þannig þetta er bara svona það sem búið að vera að gerast í kringum okkur. Kristján er eitthvað að tala um að faceliftið hennar sé byrja að leka. Æ, anskotin, hún var að klára þetta. Ég veit það. $100 og... Hvernig byrjar það að leka? Ég skil það ekki alveg, að þetta er skurðaðgerð, sko. Þetta er alveg creepy. Já, hún er eitthvað að tala um hún fyrir að fara eitthvað, við bara eitthvað að láta að laga þetta, sko. Jesus. Hún er þetta ekkert fyrir að gera það núna, hún er enga tíma það, hún mæta mett á mánudaginn, sko. Einmitt. Þú veist, hún teipar sér bara fyrir það. Það er ekki gleyma því, þau eru öll með teip, sko. Þau bara svona, eru með svona, litla svona, basically svona, þetta er svona svona limband snæla einhvern veginn, svona hérna. Þetta er bara limband og svo er eitthvað svona spenna á þessu. Já, og teygja. Og teygja hérna undir hárið og teygja þetta saman. Það er svona hella sniðið, sko. Já, en samt með líður þess að ég væri svona búin að eyðileggja húðina mína á þessu, skilur. Já, væri meira laus. Já, true. Það myndi líða þannig, sko. En já, þannig að við vonum að það sé ekki rétt, sko. Því að 12 milljónir fyrir facelift og svo er það bara að leka. Ræðilegt. Það er alveg svolítið hrikalegt, sko. Já. Maður var ekki nú alveg til í það. Nei, alls ekki. En við tókum smá skemmtilegt í áskriftinni. Já. Tókum hérna, ég er ekki að dæma, en ég er átunda. Já, ég er að finna þetta líka. En sem sagt, þetta er svona, þú veist, svona passive-aggressive, eða þú veist, ekki eins og það. Þetta er svona, þú ert að dæma þetta, klálega, bara, þú veist. En þú kannski hugsar það alltaf, en kannski segir það ekki alltaf upp átt. Já, þetta er svona ekki jafn obvious um að segja bara eitthvað, þú veist, ég dæma að fólk keyrir drukkið, auðvitað, þú segir það bara upp átt, ég dæmi það. Já, það er bara ræðilegt, bara lögbrot. Já, bara lögbrot, ég dæmi þetta lögbrot, en þetta er svona... Já, ég er ekki að dæma en þegar fólk talar of mikið um macros eða calories. Ég er enda alveg samla. Ég er svona, oh my god, get over yourself. Live your life. Já. Ég er ekki að dæma en fólk sem er með endalausar afsakanir. Já. Það er óþolandi. Ég skal vera með það. Ég er ekki að dæma en fólk sem er alltaf með ógreitt hár. Já. Það er erfitt að horfa kannski. Já, algjörlega.
Við þau, ég er að finna hvað þú komin. Ég er ekki að dæma en ef þú styrta niður klósettinu og meðan setja hann opinn þá hata ég þig. Ekki að dæma svona. Vó. Það er samt alveg ógíslegt. Það er það þegar maður pælir í því. Já. En það er svona ógíslega erfitt eitthvað að loka klósettunum líka inn á svona public klósettum. Já. Og líka þá þarf manneskjörn eftir mér að opna hana. Já, það er viðbjóður. En það er líka ofta ekki svona klósettur á svona public klósettum. Ég er ekki að dæma en fólk sem flokkar ekki. Vá, ok. Já. Já, það alveg, ég skil það alveg, þú veist. Dæmur fólk sem flokkar ekki? Nei, ég dæmi það ekki, en ég skil alveg eitthvað myndi dæma mig ef ég myndi ekki flokka. Já. Af því það er alveg, þú veist, maður á að gera það, veist hvað ég meina. Já, ég veit hvað meinar hann, sko. Ég er ekki að dæma en að vera í matching setti, til dæmis kensingalla eða galla, ekki í rektinni, bara dagstæðlega, ok, þú mátt ekki vera í matching, já, örgulega vera að tala svona matching gym set, ekki í gyminu. Já, bara svona, bara þú veist. En hvernig veistu að manneskjan sé ekki nýbúin í gyminu? Kannski bara skólanum eða eitthvað. Já, ok. En mér finnst það, ég dæmi það ekki neitt. Ekki heldur, það er ógeðslega næs. Geðveikt næs föt. Bara þægilegt og já. Byrju. Ég er ekki að dæma en að vera með óskóla brúnkukrem í skólanum. It stinks. Ég er ekki að dæma en moonboots. Já, það er margir sem hata moonboots. Já, ég elska moonboots. Mér finnst það leiðilegt. Ég er ekki að dæma en það er alltaf lægi að vita ekkert um bíla. Já, það er alveg rétt. Mjög sammála. Ég er ekki að dæma en fólk sem notar ekki natraker. Ég dæmi. Ég dæmi þig og notar ekki natraker. Já, ég dæmi sko. Það er bara, ég ætla að setja þetta eiturefni í mig. Já, ég ætla vera, þú veist, þú verður með clean. Ég sammála. Clean product Mjög for sammála. life og það er natraker. Ok, ég er ekki að dæma en fólk sem nota mynda sjálfur sér á lockscreeni sitt. Já, veistu, en þú veist, ef þú ert með maganíðinum eða með börnunum á mynd. Já, þá dæmi ég það ekki. Nei. En ef ég væri bara með, I want a good selfie, sko. Ég man bara eftir með Lisa Vanderpump. Þegar Brandi eða ykkur gerði grínina bara, you're your own lock screen on your iPad. Já. Og hún bara er í confessional bara, this is me and, hvað hétta, Jiggies. Já. Og bara, þau voru gett sæt, eitthvað svona. Já, ég skil það Já, alveg. ég skil það. Já, Ég var alveg með mig á Bensa og þú veist, eitthvað svona trúlónamyndinar og eitthvað þannig, skilu. Já, en ég er ild með hundana mína, sko. Ég er með mjög stelpunar. Já, þú ert með sjálf þig. Ég er með sjálf mig, sko. Fólk sem elskar matsa og er að ljúga og er big me, sorry, Sunniva. Ég bara tengi ekki. Akkur ætti maður að ljúga? Why would you lie? Ég held að sumt fólk sé lying, because it's cool. 100%, einhver af þeim. En að eyða pening í þetta og að gera þetta að þið finnst það vond, þetta er crazy work. Þetta er alveg mjög dýrt. Já, þetta er dýrt apparat, sko. Ég er ennþá sáratið þegar þú hendir matsunum sem ég keypti fyrir þig. Já, það var $10 að matsa, sko. Ég skal kaupa nýðan þar. Þú ætlar að kaupa það með kaffi, ég ætla að henda þig fram að þér. Já. Ok, ég er ekki að dæma en að mála sig, sofa svo með það og bæta svo bara á morgunin. Það er þetta viðbjörnslega, það er bara svona bad hygiene. Það er eins og að skeina sér, ekki að fara aftur á klostu og svo ekki skeina sér aftur. Nánast, sko. Að fara í ljós. Við dæmum. Já. Þú er svona komin eitthvað sem ég veit ekkert hvað er núna. Já, ég held að ég var hans neðar en þú, en núna er ég komin það sem þú varst. Ok, ég er ekki að dæma, en þegar fólk snýtir sér fyrir framan aðra. Já, ég skil það. Ég skil það smá. Já, og nei, sko, og gamla fólki með klútin. Nei, sko, Bensi er alveg þannig, sko, það er með bílanef. Hann er með klút? Já, já. Þetta er eitthvað viðbjörnslega sem ég tusku. Ói, nei, ég get ekki. Hann er bara með bílanef og hann er alltaf með tissue eins og það gamall kall og alltaf þegar ég er að þrýfa buxurnar hans í, þú veist, þvottalinn, alltaf bara, þú veist, tissue út um allt. Já. Og svo núna stundum við bara, þú veist, ég bara Bensi, þú veist, þetta er bara tuska sem ég nota hann að baði, skilur. Já, það er ekki alveg í lagi, sko. Ég þarf að gefa hann mjög góða vasaklút og hann er bara an early grandpa. En mér finnst það vasaklútur vera svona eitt af mest nasty. Það er ógeðslegt, sko. En þetta er bara fólk sem er gjössamlega, þú veist, getur ekkert gert í þessu. Nei, ég veit að ég get Bensi er búin að vera í 2 aðgerðar á nefnum, sko. Ég finn svo til með hann. Þetta er ömurlegt þegar ég get ekki ímyndað mér að vera með svona nef, sko, greið. Nei. Ég er ekki að dæma, en
þegar fólk setur sultuna undir ostin á ristabrauð. Ég dæmi. Það er weird. Ég er svo sammála. Þú sérstu smjör, ost, sultu. Alltaf. Undir. Það er ekki verið undir. Nei. Ég er ekki að dæma en þegar fólk er að vakna klukkan 4-5 nóttinni til að byrja daginn sem snemma. Ég skil ekki. 4 er alveg gróft. Já. 5 er líka alveg gróft. Já. Ég er ekki að dæma en að vera ekki í sokkum í strigaskóm. Það er ógeð. Já, það er viðbjóðslegt. Ég er ekki að dæma þegar fólk er á tásunum á almannafæri. Já. Já. Sundi. Já. Bara tásunum í sundi. Ég er ekki að dæma en fólk sem heitir... Nei. Sem heitir eitthvað. Nei, fólk sem heitir í Joe Boxen áttfötbuxum með Já. börni sína á leikskólan. Ok, þetta er eitthvað nýs. Já, það var mjög nýs. Ég dæmi það. Ég bara skil ekki hvernig Joe Boxer en þá Ég skil það ekki, bara sorry. Ég er ekki að dæma en fólk sem fær sér banan á pítsu. Já, ég dæmi það alveg, það er alveg weird. Ég sko, the weirdest er bara hana En banan- sveilkona mín. Hún fær sér egg Á pítsu? á svoðin Á egg. Dominos bara. Nei, það er ekki hægt, Dominos, en hún gerir svona pítsu heima á sér, eða í svona pizzagrilli, skilur eitthvað, bara pítsu heima, það setur hún svoðið egg. Þá eftir á að... Nei, bara hita það með. Það er bara aftur búið að hita ekki það. Finnst þetta ekki að viðbjörslu sem við hýrst? Jú. Já. Ég mun dæma þetta, Já, ángur til rauðan döðan. þetta er ógeðslegt. Ég er ekki að dæma en íkt slefhræðisla. Ok, þetta er mjög nýs. Bara, hvað er íkt? Ok. Þetta hérna er náttúrulega crazy, sko. Já, þetta er. Þegar fólk á ekki börn en segir svo vera þreytt. Vá, veistu það, við eigum svona 17 hlut, nei, 17, Þetta við er eigum búið á svona mér. 700, hæ? Já. Það var bara nokkur sem var búin að repeating. Ok, já, ég var ekki með að lesa þarna. Þetta er mjög mikið að því saman sem þetta er. Það er bara síðast þarna, ég dæmi ekki en þeir sem hætti ekki að tala um að þeir fari í kalda sturtu með að halda kjafti. Já, en farið bara að lega spa og farið kaldabótinn og það er miklu meira flex. Miklu meira flex. Miklu meira. Þú getur bara farið í kaldabótinn þar. Líka þegar við varum að tala um það 7. daginn fyrstu. Við þurfum að fara að stokka upp á healing balm svo við sem ekki bitnar Já. af mosquitoes Já, og lúsmi og og lúsmi hérna heima. Þannig að bara áður en fara að ferðast núna í sumar, bara minni gráta aftur, þá getið þið náðið healing balm í því alveg við fundum fyrir mun að hérna fæli frá. Þannig að use that guys og svo ekki gleyma það er sko miðvikudagur núna það er að hlusta á þetta, eða kannski kom 5 dagur ef það kom 5 dagur, þá er þetta síðast sénsinn. Það er líka sko að því 30. það er frídagur daginn eftir. Já. Fælti hvað er gaman að fara á 3 logos og fá Ég sér veit. seinasta tepóðseðilinn. Já. Last day af tepóðseðilinum is tomorrow, 30. apríl. Já. Þannig að 30. apríl, síðast séns, fara bara að bóka ykkur borð, mætið tepóseðilinn, 3 rétta, 400 kall. Þetta er rosalegt. geðveikt. Oh, we love you guys so much og svo Love you bara so much. við sjáumst næst straight from New York. New York, baby. Love you guys. Love you. Bye.